Verið velkomin í Mótorhaus, við erum á motocross-keppni á Akureyri. Kappakstursklúbbur Akureyrar hélt 4. umferð í motocrossi laugardaginn 8. ágúst. Brautin var svaðaleg og keppendur voru vægast sagt í stuði. Við tókum stöðuna á nokkrum velvöldum aðilum. Hvernig gengur? Það gengur bara mjög vel, það er búið að vera svolítið blautt á okkur. Þannig að við þurfum að vinna svolítið fram á kvöld og byrja að snemma á mótnana, laga brautina og fulla vatni. Hvernig er mæting keppanda í ár? Hún er alveg bara þokkaleg, það er rúmlega 50 keppendur skráðir, þannig að þetta er bara lofa góðu. Hvernig hefur þáttaka verið upp á síðustu ár? Þetta hefur verið svona upp og ofan, á góðaris tímanum voru þetta svona í kringum 100 keppendur en núna hefur þetta verið svona 50 til 70. Er þetta komið upp aftur samt eða? Nei, þetta er svona frekar í lagt, en það er alltaf ákveðin kjarni og það er mjög gott úlingastarf. Brautin, getur þú sagt mér eitthvað um brautina? Þetta er bara moldabraut og hún er bara, hefur alltaf verið mjög góð og vel við haldið, passað það að halda henni mjög vel við. Og menn eru mjög hrifnir af henni og þess vegna hefur keppandafjöldin oft verið mjög mikill á Akureyri. Það er aðeins færri núna. Nú heyrði ég alltaf í gamla daga að brautin sem verður hinum inn í heiðinni, það hefur verið svona líkt við Supercross-braut. Hvað er þetta líka þessari brauti? Þetta er bara svona hefðbundi motocross. Þetta er ekkert Supercross, það er ekki þessi ofurpallar sem voru, en samt margir góðir. Hvenær er hún gerð? Ætlum sé ekki að verða 12 ára gömul. Þetta er mikið vinna sem er á fáum höndum. Segðu okkur aðeins frá klúbbnum. Þetta eru 250 manns cirka sem eru greiðandi í klúbbin og eins og ég segi það pabbarnir eru mjög duglegir, það er braut hérna fyrir ofan sem er mjög mikið notuð af yngri krökkum en okkur vantar fleiri að þeir skili sér hérna upp í stóru brautina og skili sér í Íslandsmóti. Við höfum búin að eiga frekar fáa keppendur í Íslandsmótinu undanfarin ár en þeir hafa skilað góðum árangri. Þannig að það er sérst keppt í bæði svona fullorðins og svo púka? Já, það er ekki keppt, það er keppt niður í 12 ára aldur. Hvað eru margir að keppa í dag í fullorðins? Það eru 10 menn skráður í meistaraflokkin. Svo er B-flokkur sem eru svona, hvað ég segja, gaurar sem hafa bara gaman að hjóla, koma hérna að keppa, svo er 40 pluss, þannig að þetta er rúmlega 50 keppendur. Og kvenfólk líka. Hvað eru margar stelpur? Ég held að þær séu 18, þannig að þær eru mjög margar hérna. Og allar betri en þú? Já. Í hvað flokk myndið þú fara að vera að keppa sjálfur? Ég verð bara miklu betra að vera á hliðalínu. Ég held ég færi ekkert og yrði ekkert með. Ég hef aldrei haft gaman að keyra motocross. Strákarnir mínir hafa verið að keppa í þessu, þannig að þess vegna ef maður er að stunda þetta. Maður var alltaf í endurú bara. Já, hér erum við komið með Stefán Gullsmið eða Stebba Gull. Stebbi, hvað gerir þú hér? Ég kem hérna og er kynnir, alltaf, og var keppnistjóri ef mér ekki treyst fyrir því lengur. Hvernig er það að vera kynnir? Hvað gerir þú sem kynnir? Ég stend hérna upp á sérsmíðum palli sem kostaði yfir 60.000 og bara tala um það sem er að gerast og reyna að vera sniðugur, skemmta fólki. Hvað þarftu að hafa til að vera góð í kynnir? Mikrofón og góða græjur. Og svo bara bulla eitthvað. Getur þú sagt okkur eitthvað um keppnin í dag? Hún byrjar klukkan 12 held ég. Það eru núna æfingar. Þetta er 4. og 5. umferðin í Íslandsmótinu. Og við erum alltaf með bestu keppnirnar hérna fyrir norðan. Alltaf. Hvað er þessi keppni í sumar? Þetta er nú bara önnur keppnin okkar. Við vorum með unglingamót UMFI síðustu helgi. Og áttum að vera með enduramót, það var ekki hægt, það var svo blautt. Og já, þetta er önnur keppni bara og svo er einu eftir í september. Hefurðu keppt í þessu sjálfur? Já, mjög góður.
Bjarki, hvernig brautin? Hún mjög fín. Það er búin að mikið rigning undan þannig daga og við erum pínur hrættir að mér hrikalega dölla í dag en hún þornaði vel nótt og sól núna en þetta verður bara æðislegt held ég. En fyrstu tímatökur svolítið sleipar eða hvað? Mjög sleipar og brautin alveg hrikalega ólík sjálfur sér þannig sé. Hún hefur aldrei verið eins og hún er. Það eru línur að koma sem enginn hefur keyrt áður og það er bara gaman. Þá er þetta nýtt fyrir öllum, ekki bara... Þetta er þá meira krefjandi? Meira krefjandi og eins og ég er allar að keyra sömu braut þannig að þetta verður bara gaman. Og brautin ekkert mikið grafin eða? Brautin er að grafast mikið og hún mun koma til með að vera hrikalega erfið í dag. En eins og segi, þetta er bara eins fyrir alla. Þannig heimamenn hafa ekkert forskot fram yfir hérna? Sjálfsagt höfum við eitthvað aðeins forskot en við erum að keppa hérna með strák sem er að koma utan núna, Yngvi Björn, hann er búinn að keppa úti núna í að vera annað ár. Það verður gaman að sjá hvernig hann keyrir í dag. Nú ert þú eini keppandi sem ætti að keppa úti, þetta ekki örugglega að fara að rústa þessu mótói? Jú, það er planið. Já, maður hefur nú bara gaman og sýna hvað maður getur og já. Nú erum við að heyra svaðalega hluti, það hlýtur að vera svolítil pressa. Já, það er nú komið hörku pressa maður. Maður er alveg meira stressaður en úti líka við. En ég er nú bara að reyna að hafa gaman, þannig sýnaði nokkra halaskvættur og einhverja beygjur og ég ætla nú bara að vera rólegur og já. Að vera stælar í brautinni? Já, kannski eitthvað smá, maður þarf að sýna eitthvað. Við ætlum að fylgjast með þér og taka stöðuna þér aftur í hlénu. Takk fyrir það. Einar, nú vorum við að fylgjast með fyrra mótóinu. Hvað fór úrskeiðis? Herru, það er einn tvöfaldpallar upp í horninu á brautinni og ég misreiknaði þetta aðeins. Lendi í einhverjum pitti þarna, hægra megin. Misti hendurnar á og lappirnar skutst fram inn í stýrið og endaði svo bara upp í lúpínunum eitthvað þar. Og ertu bara góður eða? Ég get ekki alveg sagt það en ég hef verið betri en já, ég er bara aðeins í löppinni og annars bara góður sko. En ætlarðu að taka þátt í Moto 2? Já, jú. Þetta fór bara eins og til var ætlaðast? Já, ég held það. Getur ekki verið betra. Jú, kannski aðeins startið en já, annars gekk vel. Það reynda voru nokkri óöfrið, Bjarki og þú tók ég nú Sölva dálítið niður hana. Byrst nú smá afsökunar af því, en það er bara motocross. Já,
en brautin allavega geðveik og fílan í botn og gaman að geta stokkið eitthvað þrefalt og tvöfalt og eitthvað svona. Minnir mig smá, já, bara úti. Hvað eru svona Moto löng? Hvað eru það að keyra lengi? Hérna heima er þetta 20+2 en úti þá er ég að hjóla í 25+2. Þannig, já, það er svona aðeins að byrja að kveitna á mér eftir svona 15 mínútur. Þannig að það er hjólað í 20 mínútur straight þangað til að hérna hringirnir telja? Já. Þannig, hérna heima er þetta svona 25 mínútur en úti er þetta hálftíma mótó, sko, samtals. Þannig, alltaf tvöðn alltaf. Gjöra svona bitur. Já, bara var fyrstur alla hringina. Getur ekki verið betra. En brautin? Ég hef aldrei hjólaði skemmtilegur brautin á Íslandi maður. Ég alveg, já, bara elska hana. Bara perfect grip. Já, bara allt, já, línur, pallanir og allt, bara geðveikt, sko. En hún var aðeins blautara en þið byrjuðu? Já, það er góð við það. Hún ávar alltaf blaut í tímatökunni. Þá er hún perfect fyrir mótói. Og allt í lagi þó hafi byrjað að regna? Það var svona nokkrir kaflar sem voru þetta sleipir. En já, þetta var nú bara eitthvað smá seinustu 5 mínútuna eða 10 mínútuna eða eitthvað. Þannig, það var allt í lagi. Illa góðu, til hamingju með þetta. Takk fyrir. Úrslit dagsins voru eftirfarandi. Í úlingaflokki sigraði Ólífur Örn Sverrisson, í öðru sæti var Viggo Smári Pétursson og í þriðja sæti var Sebastian Georg Vignisson. Í MX Open var í fyrsta sæti Yngvi Björn Birgisson, í öðru sæti var Sölvi Borgar Sveinsson og í þriðja sæti var Guðbjartur Magnússon. Í 85 flokki var í fyrsta sæti Elmar Darri Vilhelmsson, í öðru sæti Víðir Tristan Víðursson og í þriðja sæti var Ólífur Glick. Í kvennaflokki var í fyrsta sæti Gyða Dögg Heiðarsdóttir, í öðru sæti Guðfinna Gróa Pétursdóttir og í þriðja sæti var Sóley Sara Mikaelsdóttir David. Í öldungaflokki var í fyrsta sæti Ragnar Ingi Stefánsson, í öðru sæti Haukur Þorsteinsson og í þriðja sæti var Reynir Jónsson. Í B-flokki hjóla var í fyrsta sæti Haukur Snær Jakobsson, í öðru sæti Andri Þórarinsson og í þriðja sæti Björn Torfi Axelsson. Minningamót Tengis og Bílaklúbbs Akureyrar var haldið 23. ágúst í minningu fallinna félaga í sportinu. Það voru 45 keppendur skráðu til leiks í bíla- og hjólaflokkum. Það féllu 6 meti við daginn og ekki annað hægt að segja en að keppendur hafi verið í feikna stuði.
En úrslitin voru svo hljóðandi. Í F-flokki hjóla var í fyrsta seti Halldóra Vilhjálmsdóttir á Hondu CBR 600. Í öðru seti var Víðir Hermansson á Hondu VFR 800. Í götuhjólaflokki að 800 kubíkum var í fyrsta seti Adam Örn Þorvaldsson á Yamaha R6. Í öðru seti Víðir Orri Hauksson á Hondu CBR 600. Í götuhjólum yfir 800 kubík var í fyrsta seti Guðmundur Púki Guðlaugsson á BMW S1000. Í öðru seti Guðvarður Jónsson á Suzuki Hayabusa. Í flokki breyttra hjóla var í fyrsta seti Björn Sigurbjörnsson á Suzuki GSX-R 1000 Brox. Í öðru sæti Grímur Helgusson á Suzuki GSX-R 1000. Í fjórhjóladrifsflokki bíla var sigurvegarinn Sigurður Karlsson á Subaru Impreza GT. Í 6-sílindraflokki var í fyrsta seti Hulda Margrét Hauksdóttir á Mercedes-Benz C32 AMG. Í öðru sæti var Guðmundur Stefansson á Mercedes-Benz C200 Kompressor. Í jeppaflokki sigraði Grétar Óli Ingþórsson á Ford Ranger og í öðru sæti var Gunnar Björn Þórhallsson á Chevrolet Silverado. Í 8-sílindra standard sigraði Leonard Jóhannsson á AMC Gremlin og í öðru sæti var Stefán Örn Steinþórsson á Dodge Start. Í allt flokki bíla sigraði Grétar Óli Ingþórsson og í allt flokki hjóla sigraði Ragnar Á Einarsson. Adam, hvernig gekk í dag svona heilt yfir? Bara mjög fínt held ég. Hjóli gott? Það er alltaf ljúft, eins og leist. Brautaskilyrði, hvernig voru þau? Hún er frekar köld og gripplítil. Hvað er trikkið við að vera góður í þessu? Það er að vera góður á ljósvonum og snöggur á stað. Það er alveg trikkið. Hvernig hjóli ertu á? Þetta er Yamaha R6 2004. Og ekki búin að tjúna neitt eða neitt? Já, vantar bara svona ykkur að parta á það. Svona sem þurfi ekkert að vera. Búin að létta aðeins? Já, aðeins. Eins og í morgun, hvað farið þér í morgunmat til að vera þess að vera betur upplagður? Það er bara geðlyfi og sígarettur. Og er ekki fullu deginum áður? Já, akkurat. Akkurat. Nú er hjólið kallað fuglarhraðan. Hvað þýðir það? Það er bara með eindæmum ljótt og hendar vel á tún. Fuglarnir forðast þetta hratt. Það segir okkur aðeins, hvað er eftirminnilegasta sem við lendi á þessu hjóli? Nú heyrast nú alveg sögur að þér að þú sést nú býsna klókur hjólari. Hvað er það svona eftirminnilegasta? Ég hef búinn að keyra 3 ár út af því. Aldrei dottið samt á því. Það er svona eftirminnilegast allavega. Hefur aldrei meitt þinn eitt? Ekki á þessu hjóli. Það er bara endurhjólum og krossurum og sleðum og öllu öðru. Hvað er það við hjólinn sem er skemmtilegar en bílana? Þetta er náttúrulega miklu ódýrara sport og þú fær miklu meira kikk fyrir peningin. Það er alveg þannig. Af hverju ert þú að vinna? Af hverju eru ekki hinir að vinna þig? Ég held að sé bara æfingin eða hefnin, annarkvort. Spurningum er nógu stóra kúlur. Fáar heilasölur. Já, fáar heilasölur. Svo segir Víðir. Hvað er framhaldið? Ertu að fara að keppa eitthvað á næstunni? Sandurinn er líklega næstur á dagskrá. Hvernig græður hjólið þitt fyrir sandspyrnu? Það er bara lengri afturkafall og skófluð dekk. Kannski maður verið með nýtró núna. Og hvað heldur að hjólið þitt sé þá kraftmikið með nýtrói? Það er svona rétt yfir 100 hestöflum. Hefur verið að vinna svona yfirleitt og keppir það? Hvernig hefur þið gengið hingað til? Það hafa alveg verið þó nokkur svona fyrstu seti. En það er náttúrulega líka alltaf einhver önnur seti og einhver stað neðar á listanum jável. Það fylgir þessu bara. Guðmundur Guðlaugsson eða Gummi Púki, Íslandsmeistari, til hamingju, ertu ekki ánægður með þig? Jú, ég er nokkuð sáttur. Hvernig var í dag? Þetta var svolítið snúið. Hjólið gott? Hjólið var fínt sko. Það klúraði einni ferð. Tókast af öðrum. Aðeins bara smá sofandi. Ég hef ekki farið í apótekið eins og Adam, þannig að ég Hvernig var svo brautin? Finnur mikið mun á brautunum eða brautinni, hvernig hún er? Heitaði kvöld og... Já, það er vel, hún skánar hún yfirleitt þegar líður á sko. En hún er náttúrulega ekkert lík þessu sem er fyrir sunnan sko. Nei. Meira challenge hérna? Já, meira challenge, hún er svo óslétt hérna í endanum sko. Þannig að maður þorir ekkert að bremsa fyrir að hjólið er hægt að djöflast sko. Nú sé ég það að þú ert ekki á einhverju típisku jöpönsku hjóli. Hvernig hjóli þetta á? BMF 1000 2013. Af hverju BMF? Það er það skásta sem maður fær í dag held ég.
Og ert þú ekki að nota glaðloft eða neitt svoleiðis? Það er ekkert glaðloft, ekki á þessum, ekki núna. Nú ert þú ekki að keppa hérna í fyrsta skiptið. Þetta fyrsta keppnin hefði verið 98 eða 97, ég man það ekki. Gamall 1100 súku. Hefurðu unnið áður? Já, nokkru sinnum. Íslandsmeistari? Já, nokkru sinnum. Hvað er framhaldið áður? Er eitthvað keppni eftir á þér? Það er 1 tvöföld kartmíla og já, það er 1 tvöföld kartmíla. Ég held að ég láti sandin eiga sig. Hvernig er hjólið uppsett hjá þér? Er það bara eins og það kemur á búðinni eða ertu búin að breyta því eitthvað? Það er búið að laga gírikuna aðeins til og lækka það pínu. Annars er náttúrulega bara púst og tölvubreyting og fleira. Hvernig verður þú góður í þessu? Æfirðu þig einhvers staðar eða hvernig verður þessu? Já, maður æfir sig, kaupir nóg af bensíni. Það er bara brenna nú djúvillig mikið af því. Hvað segið þið, strákar? Hvað erum við að gera hérna? Við erum að græja bílinn hans Garðars þannig að hann rústi þessum Ford Pickup þessum er hérna, þessum rauða. En hver er Garðar? Garðar er maðurinn sem stendur hérna og horfir á mig vinna alla vinnuna sem hann á að vera að gera. Já, það er svoleiðis. Ef við segjum okkur aðeins um hérna bíl, hvað ertu með hérna? Þetta er 496 Big Block Chevy og svo er ég með Fogger Nitro kerfi. Okay. Og í hvernig bíl er þetta? Á rauðum Transam. Já. Hefur þið verið að keppa áður eða? Það hefur komið fyrir. Okay. Hefur komið fyrir, ég er svona, maður tekur þátt. Misjafn árangur. Vinna og tapa og aðalega að tapa? Já, oft fyrstur til að tapa. Já. Svona lendi í öðru sæti. Þú ert að vinna þar, semst? Já. Ég er allan að vinna hina lúsarana. Hvað segirðu, Linni? Nú ertu að fikta eitthvað í dekkjónu, hvað er þetta að gera? Herru, nú erum við að hleypa úr smá lofti til þess að stækka snertiflötinn á skófarið á dekkinu og þá fáum við meira grip. Er grip sem þetta skipta máli hérna? Já, það skiptir öllu máli. Það er held ég eina ástæðan fyrir að mér hefur gengið ágætlega í þessum sporti. Að ég hef það svolítið fram yfir hérna. Laugardaginn 22. ágúst var haldinn 4. umferð rallycrossi sem framfór á akstursíþróttasvæði AIH í Hafnarfirði. 15 keppendur voru skráðir til leiks og byrjaði dagurinn með tímatöku morgunin. Við ætlum ekki að fara út í veðrið, en það rigndi. Í unglingaflokki var þéttur og góður akstur en nýliðanum Guðmundi Elíasinni tókst að vinna í sinni fyrstu keppni. Hann náði að vinna í fyrsta riðlinum en Arnar Hörður Bjarnason var næstu 2. Arnar klúðraði síðan starti í síðasta riðli og misti Guðmund fram úr sér og varð að láta í minnipokkan fyrir Guðmundi. Í fjórhjóladrifs krónuflokki var Páll Jónsson í tím Fatsó hlutskarpastur en Ívar Örn Smárasson vann 1 riðil og var hörkubarátt á milli þeirra palla allan daginn. Í opnaflokknu voru 3 skráðir, 2 böggibílar og 1 fólksbíl. Þar sigraði Gunnar Bjarnason með yfirburðum á nýsmíðuðum bíl. Í 2000 flokki voru þó nokkra sviftingar en Skúli Pétursson og Ágúst Backmann skiptust á að vinna riðla. Í úrslitariðlinu var mikil barátta og voru bílar stuðara í stuðara allan riðilinn. Ágúst sem hafði unnið 2 riðla var settur aftast á ráslínu í úrslitariðli út af meintu þjófstarti. Hann endaði í 4. sæti eftir smá mistök og þurfti að fara inn í jókerhring fyrir aftan annan bíl. Kærumál kom upp út af þessari refsingu eftir keppni og þurfti að fella niður öll stig í Íslandsmeistaramótinu í 2000 flokk. Þannig að keppendur verða að standa sig í síðustu umferð Íslandsmótsins sem fer fram 10. október.